Já, við erum velkomin í þáttinn. Við höfum heyrt ýmislegt leikskólastöðu borgarinnar og húsnæði að sé að finnast mygla og að, börn sé á flakki borgina með foreldrum sínum sem að komast ekki auðveldlega inn á leikskóla þar sem það er verið að laga þá leikskóla sem mygla er í eða, í rauninni ekki laga þá og í dag ætlum við að ræða leikskólan Hlíð, sem sagt litla Hlíð og stóru Hlíð. Og þær eru komnar til mín Tanja og Fríða sem að sitja í foreldraráði Hlíðar. Er það ekki rétt hjá mér? Rétt, já. Já, og þið hafið sem sagt verið að vekja athygli á þessum leikskóla sem er 1 leikskóli eða 2. Kannski geta aðeins byrja að útskýra bara hver staðan er í þessum leikskóla. Já, Hlíð er 1 leikskóli í 2 húsnæðum og það kom upp mygla þar núna, eða greinist mygla í október síðastliðnum. Og síðan þá hefur við verið bara svolítið á vergangi. Það er raunni greinist mygla í húsnæði stóru Hlíðar og svo litla Hlíð sem er bara steinsnar frá. Þar greinist líka eitthvað svona svolítil mygla en eitthvað sem tali er að hægt sé að laga svona allavega tímabundið. En þegar þessi mygla greinist þá er stóru Hlíð lokað samstundis og börnin sett á 2 leikskóla utan hverfis. Þannig að þá var leikskólinn í rauninni á 3 stöðum. Núna er sem sagt búið að sameina þessa 2 leikskóla utan hverfis í Safamýri sem einnig er utan hverfis. En þó aðeins nær en ekki í okkar góða hverfi og við þurfum ennþá að skutla börnunum í bíl. Og þeir sem eru með yngri börn líka eru þá með börn á Litlu Hlíð og þá í Safamýri. Þannig að það þarf að fara á 2 staði. En það sem að kannski svíður mest er að það liggur ekki fyrir nein áætlun það hvenar við komumst tilbaka í okkar góða hverfi eða það er að segja hvort og hvenar. Það liggur fyrir að það eigi að gera við húsnæði stóru Hlíðar en við erum núna, það er 13 vikur síðan húsnæði lokaði og enn hefur það ekki verið tæmt að fullu. Hvað þá að það sé búið að gera einhvers konar verk og tíma áætlun framkvæmdirnar. Og einnig býðum við eftir sömu hlutum með Litlu Hlíð, verk og framkvæmda áætlun til þess að við vitum hvort og hvenar það eigi að loka þeim leikskóla og hvað við gerum þá við börnin á meðan og hvað verður þau. Þannig að við erum svona svolítið að reyna að þrýsta borgina og fá svör af því að þessi óvissa er bara ofboðslega slítandi fyrir bara börn, foreldra og starfsfólk. Þannig að þið fáið upplýsingar að myglan hún finnst og svo einhverjir leikskólar verði sem sagt valdir til þess að börnin ykkar komist inn á börnin á þessum leikskólum, svo eru þau bara í óvissu og þannig að þetta lítur að hafa mikil áhrif. Vitið eitthvað hvernig þetta hefur áhrif á annað fólk sem tengist leikskólanum, starfsfólk, eitthvað sem þið getið eitthvað rætt það eða þetta er rask? Já, þetta er svolítið rask og þetta er náttúrulega með starfsfólkið, það er náttúrulega þarf allt í einu að fara lengra til þess að sækja vinnuna sína. Þetta hefur áhrif á börnin okkar því þau allt í einu þurfa að venjast nýju húsnæði, jafnvel nýjum hópum, nýju starfsfólki í einhverjum tilfellum. Þetta hefur áhrif allstaðar. Man ég ekkert hvað ég ætla að segja. Jú, varðandi starfsfólkið, það er, eitt er við og okkar fjölskyldur og börnin sem þurfa að sitja í bíl, eftir leikskóla, dauðþreytt og það þarf að halda þeim vakandi. En hitt er starfsfólkið sem langflestir búa í hverfi og geta nýtt sér þann munað að ganga í vinnuna. Sem að mér finnst bara vera ofboðslega stór kostur fyrir hvaða vinnustað sem er eða fyrir hvaða mannesku sem er að geta gengið í vinnuna og þetta er náttúrulega ekki lengur hægt vegna þess að nú þarf starfsfólk að setjast upp í bíl og keyra í vinnuna og þeir sem eru sérst í Safamýri, þetta á auðvitað ekki við þá sem eru í Litlu Hlíð og þetta er auðvitað mikil skerðing á þeirra lífsgæðum og bara, við erum að tala stjætt sem er ekkert sérstaklega vel launuð og nýtur ekki þeirra virðingar sem þau ætti að gera, eða sem hún ætti að gera og þetta er bara tekjuskerðing að þurfa að setjast upp í einkabílinn og keyra í vinnuna, það er bara mjög mikil tekjuskerðing og bara tímaskerðing af því tími er verðmætur líka, við skulum ekki gleyma því. Ekki umhverfisvænt heldur? Alls ekki umhverfisvænt og í umræðu þegar er verið að tala svifryksmengun og bara mengun í borginni og að við séum þannig borg sem erum að stefna að einhvers konar
bíllausum lífstíl og við viljum hafa borgina hreina og góða og við viljum ekki mengana óhóflega með bílanótkun og slíku að þá þetta gengur þvert og það auðvitað. Já, líka bara, tíminn til að sækja börnin er meiri, þannig að þetta er ekki heldur fjölskylduvænt, eða þú veist, við erum ekki að nýta tíman okkar með börnunum okkar, við erum að nýta með það að skutla fram og tilbaka, þetta er lengir vinnudaginn manns, lengir vinnudaginn af börnunum líka, þetta er bara eiginlega bagalegt, sko. Og jú, allt í lagi sem tímabundir laust, en við vitum ekki hvað tekur við það, því það er engin áætlun hvað við erum lengi í Safamýrinni, hversu og hvað tekur við, af því það er ekki komin áætlun hvort að ég gera húsnæði sem við stóru hlíðina, það er ekki komin áætlun ef ekki hvað þá, þannig að það er það sem er verst í þessu, við vitum ekki hvernig landið liggur, hverju við vona. Það er óþægilegt. Þannig að börnin eru núna í Safamýri, líka ykkur öðrum stað. Já, þau eru bæði sérst í Litluhlíð, yngstu börnin eru þar og eldri börnin eru í Safamýri og það er svo sem ágætt að vera í Safamýri. En það er húsnæði sem að borgin á sem að mér skilst að ég að rífa eftir að við förum þaðan út, sem ég veit ekki hvort að stenst eitthvað skoðun en gott og vel. Og það er ágætis húsnæði, það er hann góður íþróttasalur sem að börnin nota. Úti aðstæðan er nánast engin, það stóð lóð en það er eiginlega engin leiktæki. Það er hátt í lofts og hljóðvistin er léleg. Það er búið að vera svolítið umgangur af iðnaðarmönnum sem er að klára að gera rýmið tilbúið. Við vorum búin að óska eftir því að flytja ekki inn í Safamýrina fyrr en allt væri tilbúið. Við vildum vera á síðasta stað þangað til allt væri tilbúið, það var ekki hægt að verða við því. Þannig að það hefur svolítið verið bara árekstur milli barna og iðnaðarmanna, ekkert alvarlegt og ég er ekki að segja að það hefur ekkert komið upp á það neitt slíkt en það er svolítið mikið, hurðin er opin út, það kemur snjór inn, þú veist, gólfið er blautt, húsnæðið er kalt, það er slæm hljóðvist. Þetta er allt í lagi en til skamstíma en við vitum auðvitað ekkert hvað verður og það sem að svíður svolítið er einmitt það að sjá ekki fyrir endan á þessu. Maður verður eiginlega að sjá fyrir endan á svona aðstæðum. Og okkur finnst bara að borgin þurfi að hætta slökkva elda og horfa aðeins fram í tíman. Reyna að sjá fyrir næstu skref. Ekki bara fyrir okkur heldur fyrir aðra skóla sem eru að standa í miklu skólum og miklu málum segi ég, og koma til með að standa í miklu málum. Vegna þess að það er ljóst að það munu fleiri skólar fylgja því miður. Það er bara nóg af miklu húsnæði. Vitið á hverju þetta strandar? Nú lýsir frá þessu, greinir frá þessu og þetta er móttekið og þannig að allir eru meðvitaðir stöðuna og svo bara vitið af hverju það er ekki hægt að leysa þetta eða mæta þörfum sem að þeir eru að kalla eftir. Þið hafið aldrei stíðið fram og sagt við erum tilbúin að vinna með borginni og hugsa einhverju svona lausnir og þau hafi nefnt einhverju svona staðsetningar. Já, við höfum reynt að því þegar skólanum var að loka þá vorum við send svolítið lengra í burtveldum Safamýrina og þá vorum við að reyna að aðstoða við það að leita húsnæði innan hverfis sem að tókst ekki en þannig að við höfum alveg reynt að þú veist, tói okkar spotta en það gengur ekki og núna viljum við fá svör hvað er planið og hvernig verður planið en það virðast allir bara benda hvor annan sko. Það er eins og það sé enginn sem að er yfir og viti eða það er eins og það sé enginn sem stjórni Já, þetta er svolítið eins og höfuðlaus her sem enginn er að stjórna. Þannig blasir þetta svolítið við okkur ef ég tala fyrir okkur tvær og fleiri vegna þess að við óskum eftir svörum og þau koma seint og illa og jafnvel, við fengum eitt svar þess efnis að við munum fá svar en það taki svolítið tíma af því að það þurfa að safna upplýsingu frá mismunandi sviðum sem segir mér að það er enginn að stjórna, það er enginn yfir þessu, það er enginn að taka ákvarðanir. Þetta er bara deildir sem eru svona bara í sjómann að leysa mál eða ekki leysa mál vegna þess að það virðist allavega ekkert gerast og það er gjörsamlega óskiljanlegt að tíminn bara fá að líða og þetta bara mallar en bara fyrir hvern einasta dag sem að borgin er ekki að taka þessa ákvarðanir og láta okkur vita
hvert markmiðið erum við bara að setjast upp í bílinn með krakkana fram og tilbaka, þú veist, okkar vinnudagur þú veist, lengist, þeirra dvalatími lengist, við erum að eyða fullt af tími í bíl og þetta eru margir, þetta ekki bara 2-3, þetta fullt af fólki sem að keyra að óþarfa, að keyra óþarflega mikið til þess að koma barni í dagvistun og það bara ólíðandi. Svona mikið rask á fjölskyldulífið og fyrir börnin. Það það, algjörlega. Og það alltaf síður líka að horfa á húsnæði leikskólans, gamla húsnæði leikskólans sem að stendur bara autt og upplýst og það ekkert að gerast. Við sjáum ekki innanmann, það ekki búið að tæma húsnæði, það ekki búið að taka almennilega út hvað þarf að gera til þess að koma húsnæðinu í stand, þannig að sé orðið í lagi með það. Þannig að það bara sárt að labba þarna framhjá og sjá að það ekkert að gerast. Og veit ekki, þú veist, kemur barnið mitt eftir þarna innan hverfis eða verður við bara í Sagamýrinni þangað til barnið mitt klára leikskóla og hvað verður svo börnin sem eru núna heima með foreldrum sínum í fæðingarorlofi, þau eru ekkert að fara að sækja þennan leikskóla því við vitum ekki hver leikskóli þú veist, þetta svona þetta ekki bara vandamál sem akkurat núna, þetta vandamál sem byggir utan á sig og verður stærra og verður meira og starfsfólkið okkar sem leggur allt sitt í að sinna börnunum okkar, ekki bara að passa þau, heldur að sinna bara þörfum þeirra þegar við getum ekki verið til staðar. Þetta fólk sem leggur allt í sína vinnu, en þannig þess ekkert endalaust. Það veit ekki hvar það að vinna. Hefur áhrif á heildar hverfið, bara á hverfið. Hvort það sé leikskóli þarna en það getur engin svaraði hvort það verði þarna, hvenær hann verði þarna og hvenær hann opni aftur, ef það gerist. Já, og ef að við sækjum flutning á aðra leikskóla, þá eru okkar börn sem eru 3 og 4 ára og þá eru þau að fara að trompa yngri börn sem að þýðir að það komast færri 12 mánaða börn inn á aðra leikskóla. Þú veist að því að okkar börn eru orðin þetta gömul og að því að það kennitalan sér ræður og þá eru við bara að koma með því að fara yfir á aðra leikskóla, þá eru við að koma í veg fyrir að yngri börn komist þar inn. Það eru þetta ekki gott eða gaman en við viljum bara komast aftur í okkar góða hverfi og við viljum bara, okkur fyrst að vera mikið lífsgæði í fyrsta lagi fyrir okkur, fyrir börnin en líka fyrir starfsfólk og við erum með ofboðslega gott starfsfólk sem við viljum alls ekki missa og búin að láta ofboðslega margt yfir sig ganga og og þau eru bara að tróða marfa það vegna þess að þau þurfa bara að þau þurfa að halda bara ofboðslega mörgum boltum á lofti til þess að starfi gangi upp og fyrir utan það að halda upp í faglegu starfi í leikskólanum að þá eru þau að flytja milli leikskóla, þau eru að hoppa í IKEA til þess að versla af því að við þurftum auðvitað að henda ofsalega mörgu þegar við fluttum úr okkar miklaða húsnæði, þú veist, og þannig að þetta eru svolítið fleiri boltar en að fleiri boltar sem þau þurfa að halda á lofti en upphaflega var samið. En það er ekki gott. Við viljum bara komast aftur í okkur góða hverfi og við viljum ekki þurfa að keyra börnin í leikskóla. En allra helst þurfum við bara svör. Við þurfum bara að sjá fram í tíman og við þurfum að sjá einhvers konar áætlun það hvernig þessu verður hagað. Og nú hljómar þetta eins og verkefni sem að foreldrar og starfsfólk ætti ekki að vera að halda uppi eða þú veist, við heyrum í gegnum tíðan svo mikið svona það er eins og sé bara hlustað eða er eitthvað svaka þrýstingur og foreldrar síga fram og svo leys. Við upplifum líka bara þannig, það gerist ekkert nema að veitum á. Það er bara, það kom ekki svör, leikskólastjórinn, hún veit alveg mikið eins og við. Og hún ætti svo sem að vita meira, það er ekki þannig. Þannig að hún er líka bara tróðmarfa eins og, þú veist, þetta er bara, þetta er ekki gott. Við viljum sko fjölskyldavæna borg og við viljum borg sem að hugsar fram í tíman og við viljum borg sem er umhverfisvæn, keyra alla daga langt fyrir skamt er ekki umhverfisvæn. Við viljum bara, við viljum, hvað segir maður, bara betra ástand. Og þetta er ekki, þetta er mikla og þetta er eitthvað sem er ekki viðráðið, þetta er náttúrulega eitthvað sem er bara, þarf að laga, en það þarf að vera plan. Hvernig lögum við það, hvað tekur langan tíma, hvað er plan B, C og D? Af því að ef plan A gengur ekki, þá tekur stafróðið við. Það þarf að vera búið að setja niður. Það er það ekki. Eða það allavega fyrir okkur, það sýnist ekki verið þannig. Nei. Það hlýtur að vera lígandi líka að standa í þessu alla daga og svona láta daginn ganga upp. Það hlýtur að vera alltaf svona, hvað segir maður, krefjast útsjónar semi að láta þetta einhvern veginn allt svona
allt passa. Já, þetta púsluspil sko og bara það eru margir sem áttu ekki bíl fyrir en eiga núna bíl til þess að koma barninu í pössun sko og þeir sem eiga fleiri en 1 barn og jafnvel fleiri en 2, þeir þurfa helst að vera 2 bílum sko ef það á að sækja börnin á skikkanlegum tíma sko. Þannig að þetta er langt frá því að vera boðlegt sko. Eru þið vongóðar framtíðina? Þetta leysist? Sko... Já, við heldum að það má pengast. Já, ég meina, okkar starfi líkur allavega ekki fyrir að lausnir í sjónmáli og við munum bara halda áfram að þrýsta borgina á meðan ekkert gerist. Það sem að við viljum við viljum að það sé sko að haldi fast á spöðum og hlaupi hratt og það þarf að byrja. Sko, það þarf að hefjast handa til þess að þetta klárist á einhverjum punkti. Og það þarf að gera þetta af nákvæmni og festu, það þarf að ráða inn í verkið almennilegan verkefnastjóra sem hefur yfirsýn yfir allt, passar að það séu gerð útboð á öllu sem þarf að bjóða út og að það sé allt sé panta sem þarf að panta, þannig að það sé ekkert sem að tefur. Þannig að þegar við leggjum á stað að þá getum við bara hlaupið og klárað þetta. En við hlaupum við þetta ekki að stað fyrir það að búið að taka húsnæðið út almennilega, nú þegar engin starfsemi í húsinu, þá ættu allir vegir að vera færir. Þá ættu menn að geta farið þarna inn og rifið upp gólfdúka og skoða gólfið og menn ættu að geta pillað í einangrunna og séð hvar vandamálin liggja og hvort að það þarf hreinlega að skrapa alla einangrun út að innan og einangra húsið utan og klæða upp og nýtt eða er nóg að fjarlægja þá parta sem eru ónýtir. Þú veist, við komumst ekki að þessu fyrir en við byrjum. Og það er það sem að vantar vegna þess að þakið er nýtt, gluggar virðast heillegir, þannig að þú veist, ef til vill er þetta ekki jafn mikið mál og haldið er. Maður veit það ekki, en við vitum það ekki fyrir en við byrjum. Þannig að það er jafnvel spurning hvort að við fengjum bara lyklavöld og fengjum bara að byrja. Þú veist, einhvern veginn þarf að rúlla þessum bolt af stað allavega. Það er ekki að gerast. Og við erum í rauninni líka bara svolítið hissa á þessu. Sko, þetta eru slæleg vinnubröð í rauninni. Sko. 700 fermetrar sem borgin á sem að standa þarna auðir og það er ekkert að gerast. Það lítur að vera dýrt. Það lítur að vera dýrt að halda þessu húsi, þú veist. Það lítur að vera. Já. Ég held að sé enginn að leika sér að því að draga lappirnar. Ég held það ekki, bara alls ekki sko. En það sem greinilega vantar er einhvers konar yfirsýn. Það vantar einhverja manneskju sem er yfir og stjórnar og sú manneskja virðist ekki vinna hjá borginni. Eða ég fæ ekki séð að það sé nein manneskja sem að hefur einhvers konar völd og getur togað í spotta og komið hlutum í verk. Það virðist vanta. Já, við vonum það besta og höldum áfram að þrýsta sem að við getum. Já. Og bara takk kærlega. Já, bara þakka þér. Takk fyrir að taka mót okkur. Já, takk kærlega fyrir að taka mót okkur og fyrir að hlusta. Og þetta er þá búið í dag og við verðum áfram hér að fjalla borgarmálin. Takk kærlega fyrir.